Þetta þú Bjarni Harðarson. Sko, mér telst svo til að í seinni tíma á Íslandi sést þú eini þingmaðurinn sem hefur í rauninni sagt af þér. Sem sagt, menn að segja af sér núna þingmennsku, en það tímabundið. Menn að taka sér frí. Ja, menn hafa ekki sagt af sér. Menn að taka sér launalaust frí, þó að þeir segist, þó að þetta sé að nota þetta hugtak. Sko, og ég man nú eftir því að þetta bar nú nokkuð brátt að í mínu tilviki og þá voru allmargir af mínum nánustu vinnum og flokksfélögum sem einmitt lögðu að mér að fara einhverja leið eins og þessa. Og ekki bara flokksfélögum, en hinnur og þessir, síminn var nú nokkuð glóandi. En ég var nú nokkuð fljótt búinn að taka þá ákvörðun að þetta væri það eina sem væri rétt að gera og ég lít svo á að ég hafi brotið af mér og mér var ekkert óljúft að gera þetta svona. Ég var nú svo sem orðin mjög gagnrýnin á þennan flokk sem ég tilheyrði á þeim tíma og ég held að þetta hefur verið fyrir sjálfan mig afskaplega mikilvægt að fara þessa leið. Já. Og ég ímynda mér að það fólk sem núna í umræðinni og ég ætla ekki að fara tíund og það einn frekar en annan að það eigi ekkert mjög góða daga og hafi í rauninni ekki átt í meir en ár. Já. Því að sko allt það sem að allar þær ásakanir sem hafa komið fram hegðun þess og það sem það tekið þátt í fyrir því þetta engin ný tíðindi. Fyrir því var þetta augljóst við fall bankana og leið og í rauninni, segjum kannski fram að því hafa þau gengið í ákveðinni blindni en á þeim tíma þegar bankarnir falla, þegar við áttum okkur á því að bankarnir voru aldrei seldir, heldur voru aldrei gefnir, að þetta voru í rauninni alltaf því svona krímínal atburður sem hefur átt sér stað, enda bitnuðu þeir á þjóðinni með þeim þunga. Einkavæðingin, já, öll einkavæðingin og allt sem kom þá eftir. Ég meina hún hafi verið glæpsamleg. Ég meina hún hafi verið allavega glabræði, já, og svona, ég held að, sko, þetta hafi verið slíkt glabræði, það með ég jafnvel nota orðið glæpsamleg. Að þetta fólk hefur vitað þetta það lengi, að ég svo svona skilði það að þráast við núna, vegna það var svo allt og seint. Já. Það var svo allt og seint að segja af sér og ná einhverju sko sátt við sjálfan sig og sátt við En af hverju sína þjóð. Af hverju svona erfitt að hverfa af þessum starfsmenn? Ég veit það ekki. Þú að spyrja aðra því. Mér fannst það ekkert svona voðalega erfitt. Mér hefur liðið afskaplega vel síðan þá og meira að segja ég fékk tækifæri allt í einu átti ég sem ég mann og ég ekki til að átt í mínu lífi áður allt í einu átti ég nokkra lausa vikur sem var þessi skrifaði bók sem ég lengi langað til að gera og mér hefur fundist sko margt mjög skemmtilegt en auðvitað er það alltaf ákveðin ósigur. Það er ákveðin ósigur að vera að standa upp og segja af sér en það er sko það er eitt af sko í eðli okkar Íslendinga er það að þú megir aldrei játa þig sigra. Nei. Þú mátt aldrei sko standa upp og segja, nei, ég hef rangt fyrir mér. Já, fyrir gefið því. Ég gerði rangt. Og þetta er svona hluti, ég held nefnilega til að skilja sko, það sem gerðist, þá þurfum við að kafa svolítið í íslensku þjóðarsáluna og við þurfum að átta okkur á því til dæmis, nú er ég sveitamaður eins og veist Egill, og afskaplega hrifin af mjög mörgu í sko fari okkar sko þjóðar sem sveitamanna. En eitt af því sem er sko skeinuhættast samt fyrir hana er þessi sjálfdæmishyggja. Já. Og út frá að því við erum svo upptekin af sjálfdæmishyggjunni, þeir koma nú aðeins inn á því skýrslunni, mér hefði fundist að þið mætti í rauninni taka það enn meira fyrir. Ég er náttúrulega ekki búin að lesa hann alla, þannig að það getur vel verið að sé eitthvað staðar í henni. En ég held semst að sjálfdæmishyggjan, þetta að segja, ég er kóngur í heiminum. Ekkert á Íslandi, ekkert heima hjá mér. Ég er bara kóngurinn. Og þetta er viðhorf sem er mjög eðlilegt að menn hafi þróað með sér hérna þar sem menn bjuggu ekki í þorpum. Menn bjuggu á einstöku sveitabæ og urðu að lifa eftir svona reglum. Og þetta skapaði mjög mikinn kraft og mjög margt af því fallegast og skemmtilegast sem við eigum í íslensku þjóð er frá þessu. En líka þegar saman fyrir sjálfdæmishyggja og eitthvað laissez-faire stefna í stjórnmálum. En hvað þú segir, því miður egnaðist Bjartur í sumarhúsum fullt af peningum. Já, þetta er svo hérna. En segðu þér hérna, sko nú er þrýstingur á dálítinn hóp af þingmönnum að segja af sér. Já. Hvað finnst þér að vera að gera við?
Ég kann ekki ráðleggja þeim. Eins og ég sagði áðan, mér finnst að þeir hefðu átt að segja af sig fyrir löngu og því þeir gerðu það ekki, þá kann ég ekki ráðleggja þeim. Þá eru þeir laskaðir. Þeir eru það laskaðir og þetta það kannski ekki við þingmenn sem að gagnrýnin að koma fram á fyrst núna, en það ákveðin hópur þarna sem gagnrýnin hefur algjörlega legið fyrir að þeir voru í kúlulánabísnesnum, voru í stjórnum einhverja sjóða sem gerðu mjög vafasama hluti og þó að við séum að fá það staðfest núna með skýrslunni hvernig þessi vafasama hluti voru, hvernig þeim var háttað, þá vissu þessir þingmenn það allan tíma. Og þess vegna, þeir urðu að taka ákvörðun út frá sinni vitneskju. Núna eru þeir ekki að segja af sér, núna eru þeir að láta henda sér út og mér finnst líklegast að það endi með því að þeim verði með einhverjum hætti. Mér heyrist svona skilaboðum innan þessara flokka með þessi Sjálfstæðisflokksins að formaðurinn þar, hann sé farin að reyna svona að senda svona einhver dulinn skilaboð sem verða ekki til að gera þeim þetta auðveldara og hann sjálfur nú ég veit það ekki. Ég ætla ekki að koma hérna til að fara að segja eins og Margrét Tryggvadóttir telja hverjir eigi að segja af sig. Ég finnst það að vera svolítið, þetta nefnilega verður hver og einn ákveð. En það náttúrulega þessi styrki sem að menn eru að þykja frá bönkurum og þetta eru bara stóra. Það eru stóra styrki? Nei, ég fékk styrk frá þeim bankamanni sem ég hafði nú á þeim tíma hvað mesta mætur á og hef svona spjallað við, ég segi nú ekki við söngkunningar, ég hef spjallað við hann okkur sinnum og hafði alltaf svona góða tilfinningu fyrir. Það var Björgólfur Guðmundsson. Það var nú ekki hásstyrkur en hann styrkti mig 200.000 í prófkjörslag. Og mér fannst þetta mjög erfitt svo seinna þegar kom upp á fall bankana. Þá fannst mér að mörgu leyti erfiðast að fjalla því þú veist að ég er nú aldrei óskrifandi og það var alltaf að vera að tjá mig alla hluti að fjalla Landsbankann og hann en ég kannski líka hlífði honum þessuna enn síður heldur en Mér finnst það mjög vel mælt hjá Bjarna og einmitt sýnir svolítið mikið hvað þrátt fyrir allt pólskipti sem hafa orðið í samfélaginu í því að fólki sem var á stalli sem við einhvern veginn litum upp til og voru leiðtogar í samfélaginu bæði í viðskiptalífinu og í stjórnmálunum þau eru þar ekki lengur. Nei. Og það ekki deilt. Já. Og þetta laskar auðvitað, það að, eins og þú bendir á að þeir sem að þau vissu það sjálf. Þau vissu sjálf hvað þau höfðu gert. Og ef það þarf að benda þeim á það, núna, þá eiginlega setur þau ennþá meira niður við það. Ég held að þessi afneitun sem að þú ert að í rauninni kom inn á Bjarni, hún sé ákveðlega mikið tengd þessu part afneiturinnar, sko. Þetta var, mér ekki hvað, við höfum oft heyrt setningu sem svona. Þetta var eðlilegt miðað við það ástand sem þá var. Miðað við þann tíma. Og miðað við þann tíma. Og þarna innan þessa ramma hafa menn verið að fela sig. Ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma í þáttinn. Nú ætla ég aðeins að tala orkumál og lífeyrissjóði. Það svona færum staðins nær hérna svona hittamálum sem eru. Lífeyrissjóðirnir eru í eru fyrir miklu gagnrýni þessa dagana og svo náttúrulega loksins búið að birta orkuverðið til sem alveg borgar til Landsvirkjunar. Það merkilegt mál. Takk fyrir að koma. Takk.